Já, komið sæl og velkomin í þáttinn okkar 21 á þessu fimmtudagskvöldi. Það stór fréttadagur. Já, svakalegu fréttadagur að baki, svo ekki sem meira sagt. Við ætlum að fjalla hér að sjálfsögum stóra þingmannaskandalinn, en tökum fyrir Vá líka og það eru blikur á lofti þar heldur betur. Ég fæ til mín tvo sérfræðinga, ef svo má segja, Steinlóa Björnsson, forstjóra Bláfugls, sem gjörþekkir fluggeirann, og Þórsna... Var framkvæmdastjóri hjá Icelandair á sínum tíma, og Þórsna Júlíusson, ritstjóra Kjarnan, sem hefur mjög fjallað þessi málefni á síðustu árum, og þeir ætla að rýna í stöðuna, og það verður að segjast alveg svo að þeir eru vægast sagt svartsýnir fyrir hönd Vá Air. Auðvitað eins og kemur fram í morgunum í dag staða Vá enn þrengri en talið var. Icelandair hættu við samrunan við þetta ágæta fyrirtæki í morgun, tóku ekki áhættuna, og ef til vill var hún of mikil allan tíman. En spurningin hvað þýðir þetta fyrir viðskiptalífið í landinu, hvað þýðir þetta fyrir ferðaþjónustuna í landinu, og hvað þýðir þetta síðast en ekki síst fyrir okkur neytendur þegar það kemur að flugi. Vá Air hafa gert góða hluti þegar það kemur að samkeppni, en nú spyrja menn sig, munu önnur félög geta fyllt upp í þessa eyðu ef svo fer fram sem horfir að Vá fari á markaði. Við vorum auðvitað það besta fyrir hönd Skúla og hans fólks, og það vel að merkja margir sem vinna hjá þessu góða fyrirtæki. Vonum það besta, en ef þetta komið í þrot, hvað gerist á markaðnum og munu önnur félög geta fyllt upp í skarðið? Já, og það eru margs konar áhrif náttúrulega sem yrðu þá, lækkun krónunnar til dæmis veruleg. En við heyrum spjall ykkar á eftir, en það hefur náttúrulega verið í dag, samfélagsmiðlar hafa logað. Það landskjálfti. Það landskjálfti, það voru ummæli sem að þingmenn Miðflokksins og Flokks fólksins létu falla kvöld 20. nóvember á þriðjudagskvöldi á bar sem heitir Klaustur. Og Stundur og DFF hafa birt upptökur úr upptökum sem að manneskja á þessum bar tók upp, heyrði í háværum þingmönnum þarna. Nú, þarna voru ummæli sem að fjalli samstarfsmenn þessara þingmanna, og þetta var formaður og varaformaður Miðflokksins, Sigmundur Davíð og Gunnar Bragi, og Bergþór Ólason, samflokksmaður, og Anna Kolbrún Árnadóttir í sama flokki sem sátu þarna, og svo voru Karl Gauti Hjaltason frá Flokki fólksins og Ólafur Ísleifsson, og þarna var farið mjög niðrandi orðum samflokks með þingkonur. Og kallar enda líka, og í Einarsson tekið fyrir. Síðan, svo þetta búið að vera birtast eitt á öðru. Fyrst var þetta Oddný G. Harðardóttir og Inga Sæland og Silja Dögg sem í Framsóknarflokknum, svo var gert grín að Freyju Haralds þarna líka, það kom seinna í dag sem fölluð. Rauninni verið að gera grín mjög gróft og hafa upp í gróf ummæli konur, samkynhneigða karlmenn og fatlað fólk. Það eru kynferðislegu tónarnir í þessu, og skulum bara varpa þessu upp. Hann og margir búin að vera að taka þessu ummæli saman eftir því sem þau hafa verið að birtast. Nú, hún algjör apaköttur, sagt Oddnýju G. Harðar. Hún húrrandi klikkuð kunta, ég held að það hafi verið Ingu Sæland. Hún fucking trillt. Ingu svo sem líka, hún helvíti sæt stelpa, og það hefur komið í ljós að þarna tekur Áslaug Arna þetta til sín í Sjálfstæðisflokknum. Hún kræf kerfiskelling, Unnur Brá þarna, hún miklu minna hot í ár, ég held að það sé Áslaug Arna líka. Hún getur grenjað en ekki stjórnað, það er sagt Ingu, og hún ótraust kona, og svo það Oddný, hún veit ekki neitt, kann ekki neitt, getur ekki neitt, og svo framvegis og svo framvegis. Síðan hafa afsökunarbeiðnirnar hrúgast upp. Gunnar Bragi var brugðið við að sjá hvað hann hafði sagt, og menn eru svona að reyna að gera fjarlægð úr þessu. Sigmundur Davíð beinir athyglinni að því að þetta hafi verið tekið upp. Og þetta sé einhver hátt fjölmiðlum að kenna? Já, eitthvað svoleiðis, en við munum fjalla þetta. Hún Ingibjörg Dögg hjá Kjartansdóttir, sem annar ritstjóri Stundarinnar, kemur hingað á eftir til mín. Já, til að fjalla svona fjölmiðlahliðina á þessu máli. Menn hafa að sjálfsögðu velt því fyrir sér, eiga fjölmiðlar að birta svona efni. Ég segi vitaskuld já, vegna þess að þetta fer fram á opinberu vettvangi, í heyranda hljóði. Þarna voru fleiri gestir. Og þegar einhver sem tekur þetta upp lekurst í fjölmiðla, þá eiga þeir hiklaust að koma svo framfæri við fólki í landinu, vegna þess að fólki í landinu á heimting á því vita hvernig stjórnmálamenn tala sína líka á hverjum tíma. Það þarf kannski í framhaldinu líka að spá og spekulera svolítið í það. Ég meina, hvenær réttlætanlegt að taka upp tal fólks og hvenær ekki. Það kannski svona seinni tíma umræða þegar að
Þetta svona kannski við komin yfir mesta áfallið, þeir sem sko líka á bakvið fá þessu ummæli sig og ein ungu þingkona Albertína í Samfylkingunni, hún sökuð nauðgun í þessu spjalli líka. Þetta eru mjög alvarleg ummæli. Já, ég held nefnilega sko að fólk geti ekki sagt að einhver hafi nauðgað einhverjum, sagt svo bara að það hafi verið grín, orðum hljóta fylgja ábyrgð, en það svona sjokk ára yfir þinginu, alþingismönnum. Steingrímur J hefur sagt að hún sem mjög brugðið, þingið mun fjalla þetta. Og þetta verður í fréttum næstu daga og vikur. Já, og ég held svona akkurat þegar að þetta að fara í loftið að það eru þingmenn í árlegu teiti vegna 1. desember, það svona aðeins fyrr á ferðinni. Fyrrverandi þingmenn eru boðnir í Alþingi og það svona verið að taka kannski í eitt og eitt glas. Þau eru að fara á Bessastaði. Guðni að bjóða inn í heimsókn og það verður mjög örugglega skringilega staðið þar. En við skulum fara að halla okkur að háborði þáttarins. Þar eru þingkonurnar Hanna Katrín Friðriksson og Oddný G. Harðardóttir, annars vegar frá Viðreisn og hins vegar frá Samfylkingu, sesta niður með Lindu Blöndal ásamt Unni Brá Konráðsdóttir, fyrrverandi forseta Alþingis og starfsmanni nú í sérverkefnum, en hún satt á þingi árabil og fékk það eins og fleiri óþvegið frá köllunum og einni konu á Klausturbarnum nýverið. Já, og við ætlum að byrja á þessu því sem hefur leikið út í upptökum af samtölum vissra þingmanna, eins og þið heyrðuð af samantekt okkar Sigmundar Ernis hér rétt áðan. Þær eru sestar hjá mér, Oddný G. Harðardóttir Samfylkingu, Unnur Brá Konráðsdóttir, fyrrverandi þingmaður Sjálfstæðisflokksins og forseti Alþingis, og Hanna Katrín Friðriksson Viðreisn, Unnur Brá og Oddný G. Fá ummæli sig miður smekkleg. Og þegar við sitjum hér og klukkan rétt að verða 3, að þá ennþá að berast frá stundinni upplýsingar úr þessum samtölum og það kemur meira og meira í ljós að þetta ógeðfellt. En velkomnar. Takk. Takk byrja þér, Oddný. Hversu alvarlegt þetta? Sko nú höfum við verið að fá þetta svona í skömmtum frá því gærkvöldi, fréttir af þessari upptöku, og hún verður alltaf verri og verri. Og ég get sagt í gærkvöldi þegar ég las hvað Gunnar Bragi sagði mig, það fannst mér, þú veist að mér gat ekki verið meira sama. Ég bara hélt áfram að brjóna, sko, það var ekkert, það hreyfði ekki við mér. Þú kannt ekkert, veist ekkert, hvernig var þetta? Já, apaköttur og eitthvað svona. Já, þú ert apaköttur. Þú veist, við erum búin að vera saman 9 ár í pólitík, við erum ósamanlega í grundvallaratriðum, við höfum margoft tekist á og ég væri bara hissa ef honum finnst ekki apaköttur í pólitík, sko. Þannig að það hreyfði ekki við mér. Hins vegar, þegar að Inga Sæland uppnefnd á svona ógeðfelldan hátt og allt sem sagt hana og uppnefnið, já, sem notað til að taka hana niður, og þegar að talaður Silju Dögg og áfram þegar að kvenfyrirlitningin kemur meiri ljós, þá náttúrulega fer að fara hann. Silja Dögg kölluð kunda. Hættuleg kunda. Hættuleg kunda. Og Inga Sæland hún ekki klikkukvölda, það eitthvað svona. Rennur svolítið saman, verða viðkynna það. Já, en þetta var alveg, það er eitthvað svoleiðis, já. En þegar þú horfir yfir þetta í heild, þá lýsir þetta bara stækri kvenfyrirlitningu. Það sem að sko einkennir þetta, Unnur Brá, og þú ert, hvað ert þú, kerfiskerling? Já, bara eins og hérna í laginu, Jón var Jón sem var sjómaður í húð og hár. Hann var kræfur, karl og sterkur. Til að taka þetta þannig. Já, ok, það er fínt að snúa þannig. En það sem með þetta að það er svo kynferðislegur undirtón. Já. Í þessum, þessu baktali. Já, og þetta auðvitað bara dapurlegur dagur. Og maður er bara dapur að upplifa þetta. Þetta er svona hvirfilbyljur í íslenskum stjórnmálum, myndi maður segja. Og ekki allt komið fram, en þá sýnist manni sem að þarna var rætt En svo þetta auðvitað þannig að það hafa auðvitað allir lent í því að segja eitthvað óvarlegt einhverja vini sína á síðkvöldum. En þarna kemur þetta ansi mikið og einmitt þessi undirtónn og mikið talað konur. Og ég lít þannig á að þarna verið að tala sterkar konur sem eru kannski einhver ógn við þá karlmenn sem eru starfandi í stjórnmálum og lít þannig á að það sé ástæðan fyrir því að verða tala þar á þessum nótum undir þessum formerkjum. Já, það einmitt þessi kvenfyrirlitning og þessi kynferðislegi undirtónn.
Hanna Katrín, þú tókst nú saman eitthvað af þessu og settir á Facebook svona, og fólk að gera þetta, það bara að raða þessu svona upp, hvað kemur þarna fram og þetta er það mikið, kannski alvarleikinn fólkinni því líka að sko það verið að reyna að reisa við virðingu Alþingis. Já, það tekst ekki með þessu. Klárlega, við kannski eins og Oddný fór hérna yfir áðan að fréttir byrja að berast af þessu í gærkvöldi og fyrst, þetta var nú svo sem alveg nógu alvarlegt fyrst, en þá voru svona 2 meginlínur. Annars vegar þessi gamla saga það að þarna eru karlmenn að lýsa því hvernig þeir hygla hver öðrum gegn vilyrðum að fá greiðan endurgoldinn síðar. Og þá er ég að tala um þessar sendiherrastöður. Það hverfi síðan algjörlega í skuggan fyrir því sem síðan verður hinn rauði þráðurinn og hérna sem er þessi ólýsanlega fyrirlitning sem að lauma sig þarna í gegnum hvert einasta komment eiginlega sem þeir eiga konur og meira að segja karlinn, Logi Einarsson tekið niður með að setja hann í pils sko. Þetta er svo yfirgengilegt. Það er mjög niðurlega að vera í pils. Akkurat, fyrir karlmann greinilega. En það er líka sko, bara svo við hugsum þetta áfram, þarna sitja við borðið, þetta er fyrrverandi forsætisráðherra, þetta er fyrrverandi utanríkisráðherra, maður sem startaði rakarastofunni sem átti að vera framlag íslensku utanríkisþjónustunnar í He4C og gera hvað? Jú, þar sem karlmenn heita því að standa upp þegar aðrir karlmenn fara að tala svona konur. Það er punktur og þetta er flaggskip íslenskrar utanríkisþjónustu í jafnréttismálum undanfarin ár. Þetta er ekki einkamál þessara manna sem þarna töluðu, þeir eru búin að setja virkilega svartan blett á Ísland sem fyrirmynd í jafnréttismálum. Það er einfaldlega þannig, stöðu sinnar vegna, það hafa gert það. Sjáu þið fyrir ykkur að þetta eru fréttir sem fari út úr landsdeiluna? Já. Og þeir náttúrulega stíga algjörlega yfir stóru línuna þegar að sagan kemur Albertínu, þar sem að hún er hreinlega bara ásökuð að hafa nauðgað manni. Albertína sem er ykkar unga Já, og þegar sú saga kemur, sem er náttúrulega bara algjört rugl, og Gunnar Bragi sjálfur búinn að segja það, að þegar sú saga kemur, þá hugsa ég nei, hingað ekki lengra. Þessi menn geta ekki setið á Alþingi Íslendinga og Alþingi náð virðingu sinni að nýju, það er bara ekki hægt. Hvað á Unnur Brá, þú varst nú forseti Alþingis og þekkir starfið vel á Steingrímur J að gera eitthvað sérstakt? Hver eiga svona viðbrögð forseti Alþingis að vera? En nú er alltaf hættulegt þegar fyrrverandi eitthvað ætlar að fara að segja til hvernig hlutirnir eiga að vera og ég ætla ekki að vera í því. En það er auðvitað bara mikilvægt að ræða málin og tala saman og ég sé að menn ætla að halda fund þetta mál og fara yfir hvað er best að gera og ég held að það sé auðvitað bara byrjunin. Hvað nefndir það? Forsætisnefnd? Já, það er þá væntanlega forsætisnefnd sem er búið að óska eftir að koma saman. Og hvað getur hún gert? Kallað þá til sín eða? Já, ég gerir ráð fyrir því að ekki einhver að þeim er í forsætisnefnd? Ég gerir ráð fyrir því að forsætisnefndamenn ræði þetta mál og fari yfir hverjir möguleikarnir eru í stöðunni. En þetta er auðvitað fordæmalaust. En síðan auðvitað líka þarft að ræða bara í hvernig samfélagi við búum. Og við höfum hingað til ekki verið þar að það sé verið að taka fólk upp og senda í fjölmiðla. Og mér finnst það vera punktur sem verður að ræða, ég er ekki að tala um ekkert endilega í forsætisnefnd, heldur bara við sem samfélag. Já, stundin tók upp þetta. Já, einhver tók þetta. Einhver tók upp og seldi það þá. Það liggur ekkert fyrir hver það var, það er einhver huldumaður. Og það er breyting á íslensku samfélagi. En finnst þér það mikilvægara prinsip heldur en við fáum að vita hvað okkar valdamenn eru hugsa? Mér finnst hvort tveggja eitthvað sem þarft er að ræða. En mál dagsins í dag er efnislega orðræðin sem átti sér stað þarna, en hitt kannski ræðum við aðeins síðar. Vegna þess að við þekkjum samfélög þar sem allir eru teknir upp allstaðar og við viljum ekki fara þangað. En í dag er umræðan að snúast hvað var rætt á þessum bar. Og það er eðlilegt að það sé umfjöllunarefni dagsins en hitt mun kannski hafa meiri svona áhrif á framtíðina, hvernig við sjáum þau mál. Er sko samfélagið á Alþingi? Hefur þetta verið kannski svona að grassera bak við tjöldin? Er þetta einhver veruleiki sem þið þekkið frá þinginu? Er þetta eitthvað sem þið hugsið býtu, já þetta kemur ekkert á óvart? Nú fari bara almenningur og loks að sjá kannski hvernig menn tala. Er þetta komið ykkur óvart kannski? Já, ég byrjaði að taka boltan, ég er með töluvert skemmri sögu, þú kannski þekkir þetta kemur mér á óvart, já. Ég hélt að við værum komin lengra og ég hef ekki orðið vör við þessa
sýn manna, sýn þessara karla á konur, samstarfs eða kollega sína á þingi, nei, ég hef ekki orðið vör við það. Og ég held kannski líka að varðandi það að þetta óneitanlega setur svartan blett á Alþingi og starfsemina, það óhjákvæmilegt. Að tíminn á kannski eftir að leiða í ljós og viðbrögð munu leiða það í ljós, hvort þarna að ræða kannski einhverjar einangraðan hópmanna sem þekkir ekki eða viðurkennir ekki þá breytingu sem orðið hefur í samfélaginu, eða hvort þetta ristir eitthvað dýpra og eitthvað undirliggjandi í starfsemi þingsins sem að ég tel ekki vera. Ég meina, hafa verið einhver svona vísbendingar að þetta sé bara eins og menn tala? Nei, ég er búin að vera þarna í rúm 9 ár og ég hef aldrei sjálf heyrt neitt tala með viðlíka hætti. Engan. Nei. En hins vegar hefur maður kannski frétt af ekki bara stjórnmálamönnum, heldur bara karlmönnum yfir höfuð þegar þeir sitja saman og segja sögur og þá taka þeir konu niður og það er eitthvað sem við bara vitum og jafnréttisbaráttan hefur náttúrulega svolítið gengið út á að breyta því. Hérna er ein kona, ein þingkona náttúrulega. Það er ein þingkona með en það er ekki hún sem er tala eða ég hef ekki lesið það, að hún er vitni af þessu öllu saman, það er ekki hún sem segir verstu orðin, sko. Nei, og hún er svo sem að benda á, hérna myndi að segja þetta væri kall og svona. Þannig að svona kannski svolítið... En ég eins og segi, ég hef ekki orðið vitni af þessu. Nei. En MeToo-sögurnar segja manni náttúrulega menninguna, bæði í stjórnmálaheiminum eins og annar staðar í samfélaginu. Og svo þetta eins og Hanna Katrín var að minnast á áðan, He4C, þar sem að karlmenn ætla að hjálpa stað að breyta þessari orðræðu. Er það ónýtt þá bara núna? Nei, við ætlum ekki að leyfa þeim að eyðileggja það fyrir okkur. Það er nú bara okkar, við skulum taka þá ákvörðun vegna þess að þetta er barátta sem við eigum öll saman og það er þetta þannig að Alþingi er þverskurður þjóðarinnar, er það ekki? Og þar er alls konar fólk og fólk hefur sína fulltrúa, sumir eru að einbeita sér að málefnunum og að vinna í þeim, aðrir eru að einbeita sér að einhverju öðru. Á Íslandi er alls konar fólk og það hljóta þá allir að eiga einhverju samsvörun í fólki inn á þingi, líka þeir sem hafa skrýtnar skoðanir og eru kannski á móti konum að einhverju leyti, er það, kannski bara staðreyndin. Þannig að það er svo erfitt að setja og dæma aðra vegna þess að við höfum auðvitað öll einhvern tímann sagt eitthvað óvarlegt og það er auðvitað þannig. En þannig er auðvitað gengið miklu lengra heldur en ég hafði nokkuð tímann ímyndað mér að samþingmenn og fyrirverandi samþingmenn manns væru að hugsa og tala samþingmenn sína. Já, það er kannski hægt að segja já, ok, þetta er svona bara lífið og þú veist, fólk missir ákveðna hluti út úr sér. Er það ekki bara það hversu langt er gengið og síðan var síðasta dæmi sem ég las áðan var að það var gert grín að Freyju Haralds og hvort það var að vera herm eftir henni eða eitthvað svoleiðis. Þannig að ég veit ekki, geta þessir þingmenn, Oddný, þú ert á þeirri skoðun að þið geta ekki setið áfram, ef ég skildi þér rétt áðan. Mér finnst þér bara hafa gengið svo langt. Já. Þú veist, það eru kvenmenn, það eru samkynhneigðir og það eru fatlaðir. Ja. Og það er einhvern veginn allt undir og í því versta sem hægt er að hugsa sér í svona samtölum. Þannig að ég sé það ekki fyrir mér. Ég get ekki séð það fyrir mér þarna... Hvernig verður andrúmsloftið bara í mötuneytinu? Er þið ekki að fara á Bessastaði í kvöld? Er þið ekki að fara á Bessastaði? Það er búið þar í kvöldi og Hvernig verður stemningin það? Ég held að aðeins áður að það er alveg rétt að við erum mörg gerist sek það að vera með sleggjudómi menn og málefni þegar við erum í einhverjum hópi og annað slíkt og mættum örugglega mörg passa okkur betur þar. En það er þessi tónn í þessu öllu og þetta snýst held ég ekkert endilega að gera það vissuleyti en viðhorf gagnvart konu, þú getur alveg haft að skoðun að konur séu ómögulegar en það er orðbragðið og þessi leið til að taka niður sem við erum búin að berjast svo lengi gegn að gera það á þessi kynferðislega hátt og vísa alltaf í kynið og þessi ofboðslega niðurlægjandi orðalag að geta þá ekki einu sinni sýnt konunum sem þeir vilja taka niður að gera það á málefnalegum grundvelli. Síðan er þetta hvort að þeir geti setið áfram. Ég ætla að snúa svo við og segja, getum við boðið Albertínu upp á það að sitja áfram á vinnustað við hliðina á þessum mönnum? Já.
Mér finnst það miklu eðlilegra að við spyrjum þeirra spurningar. Sem þeir segja að hafi nauðgað einhverjum. Já, en það er kannski sko traustið er nú eflaust ekki mikið gagnvart þá þeim sem hafa orðið uppvísir að þessu. Nei. Á þessum bar. En inn í þetta kemur náttúrulega, sko, það voru fólk var að drekka. Og þarna var bara áfengi haft hönd og í einhverju svona ölvunar ástandi eru þessi hlutir sagðir. Er það afsökun? Þetta er mjög viðkvæmur punktur. Auðvitað er það ekki afsökun. En þegar er ekki gamalt málsóttur sem segir öl sýnir innri mann og slíkt. En það auðvitað er hömluleysi sem kemur fram þegar fólk drekkur áfengi. En það þýðir ekki að þú umbreytist karakter, sko. Ekki nema að sé vandamál? Já, ég allavega þekki afskaplega fáa sem eru þar, sko. Já. Þannig að þetta gefur okkur kannski einhver innsýn inn í hugarheim sem sleppur þarna fram í, undir áhrifum. Já. Og það er engin afsökun fyrir því að tala svona samstarfsmenn sína. Ég get ekki sagt það. Það sé ekki afsökun. En auðvitað er þetta þannig að þetta er fólk sem situr á Alþingi umboði þjóðarinnar og menn eru dæmdir í kosningum af sínum verkum og ég gerir ráð fyrir því að verði ekki neinir eftirmálar af þessu aðrir að þá komi dómur kjósenda bara fram í næstu kosningum. Já, einmitt. Þarna til dæmis eins og Gunnar Bragi sem var boðið í þennan þátt en er búinn að vera mjög upptekinn í dag og hefur ekki getað komist allavega þegar við sitjum hér. Þarna til dæmis afsökun segir hann, þarna virðist ég hafa notað orðfæri sem er mér framandi og ég veit ekki til að ég hafi áður notað. Eru þetta ágætis skýringar eða það er eins og menn tala sig sem einhvern annan mann? Það virkar einhvern veginn þannig? Já, ég er svo sem ekki til þess að því að mennirnir vilji fjarlæga sig frá þessu öllu saman með einum eða öðrum hætti. En ég vil bara segja eins og sessunvita minni hér að oft gengur mikið á í þingi og menn rífast og takast harkalega á og svo setjast félagarnir niður að kvöldi og segja að þetta var nú, þú veist, svona og hinsegin og þetta var nú meiri vitleysan sem þessi sagði og eitthvað svona. Og sannarlega hef ég tekið þátt í því en það er bara, þetta gengur bara lengra, miklu lengra og það er svo mikil fyrirlitning og fólk er svo mikið tekið niður og að það er það sem er, ekki endilega fólki sitji saman og segja spjalla félaga sína á meðan að fjárlagafrumvarpið eða umræðum það stendur yfir, heldur hvernig þau gera það, sem að einhvern veginn og það er svona er óásættanlegt, sko. Já, svona verið að tala líka, Páll Magnússon hann vera mjög latur og eitthvað svona og ekki hæfur og þú veist, þetta er svona einhvern veginn alveg langt fram eftir götunum þar. En það verður náttúrulega bara að sjá hvaða afleiðingar þetta hefur ekki sett, svona kannski næstu dögum. Jú, ég held að það er búið að senda forsætisnefnd erindi með beiðni að þetta mál verði sendið síðanefndar Alþingis og það er svona kannski rétti farvegurinn að skoða og það er þó allavega einhver umfjöllun en ég held að það er alveg rétt að tekur einhverja daga og við erum svo sem eins og komum fram hérna, það er ennþá að berast einhverja fréttir og fólk er svona að lesa þetta í bútum eða að fá fréttir og ég held að sé bara ef ég ætti að nota eitthvað orð til að lýsa andrúmsloftinu í þinghúsinu í dag, það var bara svona deburð og drungi. Miklu frekar en sko reiði og eitthvað, það er allir bara eiginlega slegnir, þetta er bara svona náttúruhamfara tilfinning einhvern veginn vegna þess að við finnum mjög öll fyrir því að þetta er að setja mjög, eins og ég sagði áðan, svartan blett yfir Alþingi og störfin þar, eitthvað sem að sko hvorki við né þjóðin sem við erum að starfa fyrir þarf á að halda akkurat núna. Ég held þetta sé líka bara það að allir sem alltaf eins og ég upplifði það meðan ég sat á þingi og meðal annars með þeim vinkonum mínum hér að það er allir að leggja sig fram og reyna að standa sig vel og maður veit alveg að það er ekki allir sammála manni en maður vill vera dæmdur af sínum verkum og maður vill krefst ekki að öllum líki vel við mann. Maður vill bara geta tækist á við fólk á málefnilegum forsendum
og verið gjörsamlega ósammála eins og við Oddný vorum nú iðulega í þinginu, mjög ósammála mjög marga hluti. En Oddný samt góð manneskja sem leggur sig alla fram um að undirbúa sig undir nefndarfundi, að koma fram með sterk rök fyrir sínu máli og því ber maður virðingu fyrir. En að upplifa, og depurðin held ég að komi til að því að upplifa það, að þrátt fyrir að maður sé að leggja sig fram að þessu leiti, skiptir það enga máli. Það bara, ertu hot eða ekki? Ertu kerfiskelling eða ekki? Og bara slá í þig. Já, eða ekki. Og það það sem maður er svo dapur yfir. Það endilega gagnrýnið mig. Og rýnið mig til gagns. Og þá kemst ég líka lengra. En sýniði þá virðingu að við erum jafnokkar, við erum jafningjar og komiði fram við félag ykkar í þinginu vegna þess að þið eru öll kosin með sama umboði frá fólkinu í landinu. Og þetta þarf maður að sýna því virðingu. Einn af þeim sem að satt á Klausturbarnum hringdi í Ingu Sæland og baði hann afsökunar. Hefur einhver hringt í ykkur? Já. Gunnar Bragi hringdi mig. Já. Nei, það er ekki verið hringt í mig, en ég er náttúrulega bara kölluð kræf kerfiskelling og ég held það sé bara hrós vegna þess að ég trúi á það að fara eftir reglum og reyna að halda sér að ákveðin skipulags. Ég held ég að sýnt það í mínum störfum, en ég held að þetta hafi ekki verið ætlað, tónninn hafi ekki endilega verið sá. Ég er ekki viss um það, nei, ég er ekki viss um það. En ég reynir bara að vera jákvæð. Já, akkurat. Það var gott að fá ykkur hingað, Hanna Katrín Friðriksson frá Viðreisn og Oddný G. Harðardóttir frá Samfylkingu og Unnur Brá Konráðsdóttir, fyrrverandi þingmaður Sjálfstæðisflokksins og forseti Alþingis. Og hér á eftir, það er hin stóra fréttin í dag, það er að Icelandair kaupir ekki WOW og Steinn Logi Björnsson kemur hingað og Þórður Snær Júlíusson sömuleiðis frá Kjarnanum. Við ætlum að rýna í þetta mál, þetta er efnahagslega mikilvægt hvað verður WOW og síðan kemur hún líka hún Ingibjörg Dögg frá Stundinni en þar eru þau að leggja út þessum ummælum og þessum samtölum þingmanna sem öllum er mjög brugðið yfir en takk aftur fyrir komuna. Stuttar auglýsingar og heldur svo áfram. Sjúklega súr saga. Allt öðruvísi Íslandssaga eftir Sif Sigmarsdóttur með frábærum myndum eftir Halldór Baldursson. Hárbeitt og sprengklægileg fyrir börn á öllum aldri. Mál og menning. Er hægt að hanna einn jeppa sem hentar öllum? Nei, þess vegna hönnuðum við 3. Sjóvá er efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvoginni. Við gleðjumst yfir því að viðskiptavinir okkar séu ánægðari. Gerum tryggingar betri. Sjóvá. SsangYong eigendur eru ánægðastir. Tryggðu þér 4x4 jeppa ársins, Rexton úr fyrstu sendingu, Bílabúð Benna, Krókálsi. Gefðu frí jólin. Icelandair. Fallegar vörur fyrir þig og þína. Íslensk hönnun og vistvæn framleiðsla. Lean Design, lífstílsverslunin þín. Heslirnetur með Irish Coffee. Bragðgóð freisting sem þú verður að prófa. Háberg. Húsumsjón eignaumsjónar er ný þjónusta við húsfélög og rekstrarfélög þar sem eftirlit og umsjón er með sameigninni. Ert þú að fást við svefntruflanir eða kvíða? Sefitút er viðurkennt jurtalyf, fæst án lyfseðils í næsta apóteki. Florealis. Hefur þú orðið fyrir slysi? Leyfðu okkur að hjálpa þér. Skaði.is. Eins og skot, handbók skotveiðimannsins. Allt sem vita þarf hleðslu og meðferð skotfæra. Frábær helgartilboð í Rúmfatalagernum. 25% afsláttur af öllum jólaseríum og öllu jólaskrauti. Rúmfatalagerinn, aðeins ódýrari.
Komið sæl á nýja leik, við erum að horfa á frétta á umræðuþáttinn 21 á Hringbraut og það eru blikur á lofti í flugheimum þessi dagurinn. Icelandair hafa fallið frá kaupum á WOW Air. Samruninn verður sumsé ekki eins og til stóð hjá mér Steinn Logi Björnsson, forstjóri Bláfugls og Þórður Snær Júlíusson, ritstjóri Kjarnans til að rýna aðeins í þá sviðsmynd sem blasir við. Fyrst af öllu Steinn Logi, þetta er búið að vera mjög misvísandi síðustu daga og vikur hvað muni á endanum gerast en kemur niðurstaðan þér óvart? Nei, úr því sem komið kemur hún alls ekki óvart. Og ég átti von á þessu reyndar bara alveg frá því raun og veru þessi skuldabréfaútgáfa fór á stað. Af hverju kemur þetta þér ekki óvart? Já, það birtist náttúrulega mjög ítarleg gögn stöðu félagsins þarna þegar skuldabréfaútgáfan var. Þá gátu mann lesið í það. Og þeir sem þekkja þennan bransa þeir vita að þetta snýst allt kass eða reiðufé, bara fjárstreymið. Og það er alveg greinlegt að það var vandinn og þessi skuldabréfaútgáfa kannski tókst ekki eins vel til stóð. Og hluti meira að segja af því sem þó tókst að selja var aðalega umbreyting á fyrri skuldum yfir í skuldabréf sem að þýðir það ekki kass að koma inn eða minna. Og svo vita menn bara það, þetta er náttúrulega ekki fyrsta sinn sem flugfélag fyrir hausinn, en þegar að svona byrjar, þá minnkar tiltrúið, þá hættir sölukanallinn að byggjast upp og svo framvegis, þannig að þetta verður erfiðara og erfiðara, sko. Þannig að eigum við von á því, það er erfitt að tala um þetta, það er fullt af fólki sem á þarna hlutað máli, starfsfólk vitanlega sem skiptir hundruðum, en staðan er mjög slæm, hvað WOW snertir. Já, ég lít eiginlega þannig á það sé bara búið. Já. Kemur þér þetta óvart, Þórður Snær? Nei, ég vil ekki tekið undir allt sem Steinn Logi sagði hérna á undan. Og raunlega áður en að kannski þessar fregnir af skuldabréfaútboðinu fóru að berast, þá var maður farin að heyra orðróm það að lausafjárstaðan væri mjög erfið, að það væri lítið reiðufé handbært til þess að takast á við sveiflur. Þegar olíuverð fór að hækka, þá var nokkuð augljóst að það myndi strax skila félaginu í ykkur vandræði. Þeir voru ekki búin að voga sér neitt gegn olíuverði, að tryggja sér neitt gegn þeim. Og í skuldabréfaútgáfunni komu fram þessar upplýsingar sem sýndu að eiginfjárstaðan var mjög lág. Það voru fáir kostir í stöðunni hjá þeim. Þegar loksins það var tilkynnt að skuldabréfaútboðinu hefði verið lokið, þá var því lokið með hæstu vöxtum sem nokkurt flugfélag í Evrópu hefur lokað skuldabréfaútboði á undanförnum misserum og allskyns svona viðbótar fyrirvarar sem fylgdu þeirri þáttöku og upplýsingagjöfin samt einhvern veginn ekki ennþá heildræn, það var ekki verið að sýna á heildarmyndinu stöðu félagsins. Þannig að ég hafði það alltaf á tilfinningunni og fannst það rökstutt með raunveruleikanum að þetta væri líklega frekar ókleif brekka sem þeir stóðu fyrir framfyrir og það breyttist ekkert með þessari tilkynningu það að Icelandair hugðist kaupa WOW. Er búið að vera að leyna raunverulega stöðu WOW? Í raun og veru ekki frá því að skuldabréfaútboðið var farið í það. Þá var þetta svolítið lagt á borðið. Og þannig að ég myndi nú segja að þær tölur sem þar eru og menn sem kunna lesa út úr þeim tölum, menn sem vita hver brennslan er á viku og mánuði og gefandi sér að það sé minna innflæði, þá held ég að það menn hafa alveg getað lesið í þessa stöðu. En auðvitað sem er fullkomlega eðlilegt hafa yfirlýsingar kannski forstjórans auðvitað verið þannig, þær eru til þess ætlaðar að lengja í og bjarga félaginu. Fullkomlega eðlilegt og þetta er mjög sorglegt sem er að gerast. En hvað gerist þá í millitíðinni? Fyrst ætla Icelandair að taka yfir félagið. Svo á endarsprettinum hætta þeir við. Þeir hafa væntanlega rýnt þá betur í tölurnar. Þeir hafa rýnt betur í tölurnar. Ég verð að segja alveg svo ég var mjög hissa að Icelandair skyldi hafa skrifað undir þetta og tekið þetta skref að gera þetta samkomulag að kaupa bréfin. Sérstaklega að því að það kom alveg fram að fyrirtæki var algjörlega á hnjánum þegar þeir eru að taka þessu ákvörðun. Og Icelandair sem er sjálft í ákveðnum vandræðum, eða þannig, það er að reyna rétt úr kútnum. Eins og svo mörgunum flugum. Já, algjörlega, og er að tapa peningum og að vera að taka þennan bagga á sig líka á sama tíma. Þeir eru ekki með forstjóra, þeir eru að vinna úr ýmsum eldri málum, að vera að taka þetta á sig og láta þetta kass sem þeir þá eiga, fara í það að fjármagna að tapa 2 félögum í gegnum veturinn. Ég skildi það ekki. En hvað sáu þeir í WOW?
tækifæri vantarlega einhver, eða hvað? Ég náttúrulega veit ekki, því ég ekki þarna, en ég veit ekki hvort að það hafi verið einhver hræðsla við það einhver annar kemi, það möguleiki. Þórður, ef framfer sem horfir þá þetta vitaskuld mikið áfall fyrir flugrekstur á Íslandi. Stóra breytan í þessu fyrir neytendur gæti verið svo að verð á flugumöðum hækkar eða hvað? Samkeppni nóg eftir þetta? Ég held að þessi niðurstaða sé ekki góð fyrir Ísland á neinn hátt. Hún ekki góð fyrir neytendur vegna þess að þarna einn af 2 stærstu aðilum sem flýgur til og frá Íslandi líkast til að fara út af markaði ef framfer sem horfir ef að Skúla tekst ekki að draga einhverja kanínur upp úr hattinu á lokametrunum sem þá bara einhvers konar englafjárfestir. Þetta slæmt fyrir okkur efnahagslega í heild vegna þess að þetta verður högg á efnahagskerfið að minnstakosti skammtíma. Þetta getur haft víðtækari afleiðingar en þær sem þegar búið að greina. Auðvitað mun þetta hafa einhver áhrif á ferðaþjónustu en niðurstaða stjórnvalda þegar þau voru að láta teikna upp fyrir sér sviðsmyndir það ef annað eða bæði flugfélögin myndi rata í einhvers konar vandræði og svo vinna stóð yfir alveg frá vorinu og frá langt fram á sumar var á endanum svo að það væri ekki forsvaranlegt fyrir ríkið að grípa inn í ef að WOW myndi lenda í vandræðum. Þetta yrði bara eitthvað einfaldlega sem þyrfti að jafna sig. Og í ljósi þess að það eru náttúrulega komin hérna á 3. tug félaga sem fljúga hingað að með tíð og tíma myndu aðrir aðilar sem eru með starfsemi hérna fara inn á þá leggi sem að virka í viðskiptamódelinu á. Þannig að maður verður alltaf bara að vonast til þess ef að framfer sem horfir að þetta bjargist ekki á muni fara á hausinn að það verði svona framvindan að aðrir sjáu tækifæri í því að taka upp þá leggi sem WOW hefur verið að bjóða upp á sem þeir sjá einhverja möguleika í. WOW hefur verið viðskiptalega, neytendalega mjög áberandi á markaðnum og boðið upp á margar nýja leiðir, ferskir í sinni nálgun og framkomu og breytt miklu fyrir kunnan. Já, þeir eru alltaf fyrst og fremst leitt í lægri fargjöldum. Og ég meina, ég hef oft flogið með WOW og mitt fyrirtæki notar það töluvert og ég meina, þetta gott flugfélag að fljúga með og þetta ég tek algjörlega undir það að þetta ekki gott fyrir neinn á Íslandi út af fyrir sig, ekki nema kannski hluthafa Icelandair, en þetta ekki gott fyrir hagkerfið, þetta ekki gott fyrir ferðaþjónustuna og ekki gott fyrir neytanda. En þú veist, þetta var kannski aldrei byggt á raunverulegum forsendum, þannig að maður getur kannski ekki sagt sem svo að ég meina það verið að selja ótrúlega lág fargjöld, það ódýrara að fara til London heldur en leigubíl í Garðabæinn og það náttúrulega ekki eðlilegt. Þannig að svona eins og maður segir, þetta var ekki sustainable. En fannst þér oft á tíðum þegar að Skúli var að auglýsa og hann auglýsti mikið að hann væri að fara offari, væri að fara fram úr sér? Fékkstu það stundum á tilfinninguna? Já, eða þá maður bara á að dásta hvað menn eru rosalega djarfir, skilur, því að stundum það sem að skilur sér þá. Þetta vogun vinnur, vogun tapar. Og hann sannarlega var eins og maður segir all in, það er engin spurning. Það var aldrei hægt á, það var bara að gefa meiri. Og það er náttúrulega ákveðin dirfska og hefði geta gengið upp ef að allar ytri aðstæður hefðu snúist með honum en ekki fóru að snúast á mótornum eins og þeir gerðu. Þá getur eldsneytið, launakostnaður á Íslandi, gengið og svo framvegis. Mér þetta minnka samkeppni að einhverju leyti, nú koma flugfélög að fara og það skemmst frá því minnast að til dæmis Air Berlin fór og fleiri flugfélög hafa verið í miklu vandræðum og þar langur listi komin. Verður samkeppnin enga síður mikil? Hún verður mikil eins og hann bent á að það á 3. tug flugfélög sem fljúga hérna og þau munu bara sjá sinn hag vænkast held ég. Það sem að sjokkið verður eða höggið, það verður á íslenska ferðaþjónustu til skamms tíma, það verður það. Og sko þetta mun, það er leiðilegt að segja það en ef þetta þurft að gerast þá betra að gerast í byrjun desember heldur en miðjan desember því að þá kannski höfum við 2 vikur til þess að hreins út úr pípunum, fólk sem er erlendis strandað eða fjärstrandað. Ef þetta hefði gerst miðjan desember væri það alveg disaster sko. En síðan getur Icelandair auðvitað gert ýmislegt til þess að bregðast við. Það hefur komið fram, bæði hjá WOW og Icelandair að 50% af sætunum í dag er tekin af farþegum sem fljúga Ísland, vía Ísland.
Og við vitum það alveg að fargjaldaþróun á Norður-Atlantshafinu hefur verið neikvæð, verið undir pressu, það eitt af vandamálunum WOW, reyndar WOW einn af gerendunum í því líka. Og þannig að Icelandair getur gert eitt, þeir geta einfallega minnkað sætafjöldan sem available fyrir via traffic og boðið hana meira í til og frá traffic, til þess að búa til pláss fyrir fleiri farþega til og frá Íslandi. Þetta geta það gert. Og gera væntanlega, ég tel mig, þeir hljóta nú að vera farnir að hugsa þetta nú þegar ef síðan það þannig að þeir eru að taka við 6 MAX vélum núna á fyrri hluta ársins, held ég fyrir loka apríl allar 6 og ætluðu sér væntanlega að losa út þá einhverja 757 á móti. Þarna geta þeir vonandi, ég veit það ekki, ég ekki einsti koppur í búri, en þarna væru kannski möguleikar að halda þeim vélum, halda þeim áhöfnum og þeim vélum og auka þannig strax við flotan. Þannig að þetta svona sveigjanleiki sem þeir geta nýtt sér að þeir halda rétt á spilunum og þannig að það höggið til lengri tíma fyrir túrismann á ekki að þurfa að vera mikið. Hvað sýnist þér það, Þórður Snær, ferðaþjónustunni hefur vaxið með ólíkindum á síðustu árum? Ég man þegar ég var að byrja í blaðamennsku í byrjun 9. áratugarins, þá voru menn að fagna 100.000. Ferðamannum og þótti með slíkum tíðundur sæta að menn bara trúðu þess ekki. Nú erum við að tala ferðamenn í milljónum og það sem meira þeir eru að dreifa sér landi og dreifa sér árið. Og menn að tala reyndar að það farið að koma reglulegt flug inn til Akureyrar og jafnvel Egilsstaða. Þetta verður högg til skemmri tíma eða hvað? Mun þetta jafna sig fljótt? Vegna þess að bransinn hefur vaxið ótrúlega á skömmum tíma. Já, ég meina við vorum með 500.000 ferðamenn hérna árið 2010 og erum komin vel á 3 milljón núna. Þannig að þetta alltaf efnahagslega þetta stærsta stóð undir íslenska hagkerfinu og stóð sem var ekki bara inn í stóðinni sem var kölluð annað fyrir ekkert svo mörgum árum. Þannig að það segir ýmislegt það hvað þetta hefur vaxið hratt. Og við erum auðvitað að glíma við alls konar vaxtarverki. Dreifing ferðamanna einn þeirra, uppbygging náttúrulega gistirými annað sem hefur alls konar afleiðingar eins og til dæmis húsnæðismarkað og svo framvegis. Við erum með vanfjárfesta innviði, til dæmis í samgöngum og svo framvegis. En ég held að það er svo Steinn kom inn á hérna, þannig að það eru ýmsir aðrir aðilar sem eru að fljúga hérna í töluverðri samkeppni og við erum þannig staðsett á milli Norður-Ameríku og Evrópu að þetta er ágætis layover og ég held að þeir muni sjá sér hag, bæði Icelandair og aðrir erlendir aðilar sem eru að fljúga hérna, að fara á þá leggi sem eru arðbærir og gefa eitthvað af sér. Og þannig að til lengri tíma ætti þetta að jafna sig út, en þetta verður alltaf högg til skemmri tíma. Ég held líka að við vorum að ræða áðan hverjir hafa hag af þessu, ef að einhverjir. Það eru náttúrulega lífeyrissjóðir, íslenski lífeyrissjóðir sem eru stærstu kjölfestu eigendurnir í Icelandair og þeir náttúrulega eiga í öllu hérna. Þannig að svona heildarmyndin hjá þeim er þannig að þetta er líklega ekki þeim hagkvæmt. Þótt að stokkurinn hjá Icelandair gæti farið upp, þá geti þetta haft áhrif annars staðar. Og auðvitað getur þetta líka haft áhrif á hótelreksturinn hjá Icelandair sem núna er í söluferli og hefur svona vangaveltur hversu vel gangi ef það kemur högg á ferðaþjónustuna. Þannig að þetta mun bara hafa umtalsverð áhrif, vonandi verða þau sem minnst og vonandi vara þau sem skemmst. En náttúrulega best væri ef þetta hefði bara alls ekkert gerst. Ef að við ræddum þarna á það, en að Steinn Logi myndist á það ég menn þetta er annarkvort dirfska eða kannski svona að menn hafa að fara fram úr sér og það má alveg færa sterk rök fyrir því að það sé eiginlega ekki boðlegt í svona litlu hagkerfi að byggja upp fyrirtæki sem verða kerfislega mikilvæg á svona skömmu tíma á þess að vera raunverulega með neitt borð fyrir báru. Það er að segja, þú ert að byggja þau upp í meðbyr, strax og kemur mótvindur, þá ertu komin í vandræði. Og það hefur þessi miklu kerfislegu áhrif á efnahagskerfið í heild. Og þetta getur gerst með fyrirtæki sem er ekki skráð á markaði, hafa ekki sömu upplýsingaskyldu eins og WOW hefur gert. Það er búin að geta verið rekið sér sem svona black box í öll þessi ár. Að lokum, Steinn Logi, í sögulegu samhengi, er það svo að það er ekki hægt að reka 2 íslensk millilandaflugfélög á Íslandi? Við munum loftleiðir í keppninni við flugfélag Íslands, loftleiðir að vera til fyrsta lággjaldaflugfélagið milli álfanna á norðurhveli jarðar og svo hafa mörg önnur félög prófað, Arnarflug þekkjum við náttúrulega sögunni. Er bara pláss fyrir eitt? Nei, alls ekki. Ég held að það sé alveg klárlega pláss fyrir fleiri flugfélög.
Og þó að sagan segi þetta sem þú ert að nefna, þá má ég ekki gleyma því, eins og kom hérna fram að þú byrjar á að segja, það voru 100.000 ferðamenn fyrir ekkert svo ólega mörgum árum. Bara fáum áratugum. Já, en það eru 2,5 milljónum. Og þetta hefur alltaf kannski verið grundvallar vandamálið, að það er það að mixið, blandan af til- og fráfarþegum á móti víafarþegum. Víamarkaðurinn hefur sveiflast mikið. Þegar hann fer mjög neðarlega niður í verðum, þá hafa menn kannski verið með svo lítið af túristum til Íslands. Núna er það orðið alveg töluvert og þannig að sagan, auðvitað, kannski er saga þess þegar við vorum með tiltölulega fáa túrista og Íslendingar sjálfur ekki eins vel megandi og ferðast ekki eins mikið. Þannig að þetta eru gjörbreyttar aðstæður og það er klárlega pláss fyrir fleiri en eitt íslenskt flugfélag. Sérðu einhvern stökkva inn í þetta hólf? Nei, ekki svona. Nei. En er það, sko, ástandið akkurat núna er kannski ekki þesslegt? Olíuverð í hámarki... Olíuverðin reyndar er lækkandi. Já, lækkandi reyndar, já. Og gengið er að þróast hagstætt. Skúli var kannski óheppinn að þegar hann er í þessari fjármögnunarfasa þá er allt á hæsta punkti hvað þetta varðar. Núna hefur það snarbatnað. Þannig að það er ekkert slæmar aðstæður að fara inn. Nei, það er ekkert slæmar aðstæður. Mitt félag gæti alveg farið inn ef okkur sýndi svo, en við erum bara ekkert á þeim buxunum, sko. Sýnist þér, Þórður, að það stökkvi einhver á lestina? Skúli er að gefa því skyn að hann sé með ykkur, að hann sé allan að reyna að draga ykkur að borðinu. Ég ímynda mér að þetta sé síðasti séns. Það sé engin annar möguleiki en að þessi þessi kanina í hattinum, ef að hún er raunveruleg, að sé eini möguleikin til þess að bjarga þessu. Og ég held við höfum bara að vona það að einhver sé nægilega ævintýragjarn og kannski nægilega djarfur til þess að taka sénsinn á þessu, setja inn nægilegt lausafé til þess að geta veitt félaginu það svigrúm sem það þarf til þess að balansera sig. En því miður, ég vil bara segja að ég er ekki mjög bjartsýnn. Segir Þórður Snær Júlíusson ásamt Steini Loga Björnssyni sem voru gestir mínir að þessu sinni, en við skulum skipta hér yfir háborðið. Nú eru verslanir okkar fullar af fallegum gjöfum. Vertu velkominn. Dressmann, ávallt vel klæddur. Gefðu gjöf frá frægustu hönnuðum heims. Epal. Frábær helgartilboð í Rúmfattalagarnum. 20–30% afsláttur á öllum rúmum og dýnum. 20–30% afsláttur á öllum eldhús- og borðstofustólum. 25% afsláttur á öllum handklæðum. Rúmfattalagarinn, aðeins ódýrari. Nú er uppselt á allar sýningar ársins á Ronju Ræningjadóttur. Sala á sýningar ársins 2019 hefst föstudaginn 12. október. Þjóðleikhúsið, leikhúsið þitt. Vilt þú heilbrigðara og betra líf á náttúrulegan hátt? Orkusetrið, orkusetrið.is. Einn og elda býður upp á fjölbreyttar og bragðgóðar uppskriftir. Veldu réttina í þinn matarpakka á 12.is. Vertu í sambandi með nýju heyrnarhlífunum frá Peltor. Kemi, Tunguhálsi 10. Mannlíf fagnar eins árs útgáfu afmæli og mælist nú sem næst stærsta helgarblaðið. Þökkum móttökurnar. Ævintýri úr 1001 nótt. Heillandi ævintýraheimur Austurlanda. Sinbad Sæfari, Aladdin og Alibaba eru komnir aftur. Er nýja heimilið þitt hjá Heimavöllum. Yfirlit yfir lausar leigueignir á heimavellir.is. Heimavellir, örugg leiga.
þá vitum við sitt hvað breytingarnar í fluggeiranum. Í mörg horn að líta þar vissulega, en við förum að fara aftur í umfjöllun okkar stóra þingskandalinn, ef svo má segja. Ég held að mér sé óhætt að nota það orð. Ingibjörg Dögg Kjartansdóttir, annar ritstjóri Stundarinnar, sest hjá Lindu Blöndal til að fara yfir, hvað ég má segja, fjölmiðla hluta þessa máls. Og við höldum áfram með stóru frétt dagsins og það eru upptökurnar sem að bárust frá Klausturbarnum. Þarna sátu þingmenn Miðflokksins og Flokks fólksins og við erum búin að tíunda þetta hér í þættinum hvað átti sér stað þar. En það er Stundin sem að birtir þetta núna. Hvað maður segja, eitt brot af öðru hvað fór þarna fram og DVF hefur sömuleiðis verið að birta þetta jafnóðum. Ingibjörg Dögg Kjartansdóttir, annar ritstjóra Stundarinnar, sest hér. Ingibjörg, þið eruð að mjatla svona þessum upplýsingum út. Er það einhver svona sérstök aðferð eða er það bara svona mikið mál að vinna úr þessu? Við erum náttúrulega bara að fara í gegnum þessar upptökur og segjum fréttir leið nánast. Já. Hvaðan kemur þessu upptaka? Bara frá heimildarmanni. Er það þá bara einhver sem situr á þessum bar, eða tiltölulega lítill bar, og hann situr bara og tekur upp á símann sinn? Já, virðist vera að þessar umræður fóru náttúrulega fram á opinberu vettvangi inn á bar þar sem að þessar þingmenn sitja saman út í horni og tala hátt og mikið yfir allan staðinn, þannig að allir sem eru þar viðstaddir heyra hvað er rætt. Já. Þannig að þetta er ekki eitthvað svona einkasamtal prívat í þeim skilningi að það er ekki verið að ráðast innan eitt lokaðan vettvang. Það er bara einhver sem er áhorfandi þarna sem að misbyr og tekur upp samtali. Hvenær bárust ykkur þessar upptökur? Í gær. Já. Er þetta mikið efni í viðbútt? Þetta er töluvert efni en eins og ég segi, það eru náttúrulega bara að fara í gegnum þetta og við vinnum með það sem er fréttnæmt, látum hitt leikja milli hluta. Já. Núna hefur til dæmis Sigmundur Davíð, sem er einn af þeim sem satt á barnum, hefur hann til dæmis gagnrýnt að það hafi verið tekið upp og það sé svona kannski alvarlegasta málið. Eigið þið von á einhvern svona eftirmálum hvað það varðar? Ég meina Sigmundur Davíð, hann hefur náttúrulega einu sinni hótað ykkur málsókn, eða ekki allavega? Jú, í kjölfar Panama-skjölana, jú, einmitt. Og þetta er náttúrulega bara ofsalega típisk viðbrögð að þegar það verður uppvísað einhvers konar skandal að kenna þá sendiboðanum og ráðast að fjölmiðla. Það hefur verið taktík sem hann hefur notað og allt frá því að hann var nýsestur í forsætisráðstólinn og var farin að skrifa pistla fyrsta mánuður loftárása. Þannig hefur hans nálgun verið. Það hefur verið að stilla upp fjölmiðlum sem gerendum og setja sig í hlutverk fórnarlambs. Það er hans sem hefur valdið og það er hans sem er að athafna sig og við erum að segja fréttir af því. En varðandi þessar upplýsingar sem þið eru að birta, hvernig viltu túlka þessi viðbrögð sem hafa orðið í dag? Já, það er náttúrulega bara ljóst að fólk er mjög slegið og mér staði meitt svolítið, ég var að lesa statusinn af Sigmundar Davíðs og viðbrögðin sem hann fær þar. Og það er greinilega ofsalega mikil reiði í fólki og sömulegis í þinghúsinu þar var fólk bara mjög slegið og það var svona svolítið skelkað og ég er líka búin að vera að fylgjast með fréttum þar sem er verið að ræða við hérna þessa þingmenn og þar var meðal annars rætt við unga þingkonu, hana Áslaugu Örnu sem það var eiginlega rauninni bara svolítið átakalegt að sjá þetta viðtal við hana og fleiri þingkonur. Þar sem sársökinn, hann einhvern veginn skín í gegn og þetta er náttúrulega algjörlega, þetta er einhver menning sem að þingkonur hafa verið að tala í gegnum tíðina. Þeir hafa verið að tala þetta í bæði MeToo-byltinguna og oft hefur einstaka kona stigið fram og greint frá einstaka atvikum sem henni fannst óviðeigandi varðandi svona kvenfyrirlitningu. En það hefur aldrei náð í gegn, en þessar upptökur eru svolítið afhjúpandi fyrir þessi viðhorf. Já, Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir sem er ung þingkona Sjálfstæðisflokksins. Já. Hún tók ákveðin ummæli til sín. Sem var áttað sig ekki á alveg strax hvern var verið að tala um. Já, það hefur ekki verið greint frá því hvern var verið að tala. Það virðist vera að fréttum Vísis að dæma að hún hafi tekið til sín sem Vísir hefur líka samkvæmt sínum heimildum fullurt að
það hafi verið átt við hana. Hvernig voru ummælin á hvaða leið aftur? Þetta var ummæli varðandi það hvort að ákveðin stjórnmálakona væri jafn hot og áður, hvort að eitthvað að það leið að það fellir hratt á hana og þar leiðandi ætti hann ekki að vera jafn ofarlega lista næst. Já, það var mikill munur á henni síðan fyrir 2 árum. Já, og það ætti að hafa áhrif á hennar pólitíska frama. Og hún mun falla þá niður í næstu kosningu? Það sem er eiginlega alveg ótrúlega ummæli, ótrúlegt viðhorf í rauninni. Setur líka svolítið mest þessar upptöku líka og þessi ummæli sem einmitt þessi nákvæmlega. Setur svolítið í samhengi ummæli sem Sigmundur Davíð viðhafði strax eftir síðustu kosningar þar sem hann var spurður að því Silfri Egils af hverju það var einhver konur í efstu sætum á lista hjá honum. Og hann vísaði þá til ytri aðstæðna og konur treystu sér ekki í opinbera umræðu því hún var oft svo svæsin og erfið. Já, var það svo mikil kvenfyrirlitning í henni? Já, ég einmitt velti fyrir mér hvort hann hafi kannski frekar átt að horfa hans inn á við. Hvað hélduð þið þegar þið fóruð að hlusta á þessu upptökur fyrst? Hvað hugsaðir? Það var náttúrulega bara sláandi. Þetta var náttúrulega bara, ég veit ekki hvað maður hélt endilega, hvort þetta kom. Jú, vissilega, þetta kemur á óvart. Þetta eru stjórnmálamenn og þeir eru að tala konur sem sitja með þeim á Alþingi og þeir eru kjörnir fulltrúar þjóðarinnar. Þetta er ekki bara hver sem er að tala hvern sem er. Er eitthvað rangt við það, Ingibjörg Dögg, að taka þetta upp? Það verður bara hver að meta það fyrir sig. Ég velti fyrir mig hvort að þessi er umverulega stóra vandamáli eða hvort að þetta gildismat sem endurspeglast í þessu samtali sé kannski stærra vandamál. Við erum upptekin að því í dag, eðlilega að tala efnislega hvað er að koma þarna fram. Þurfum við samt kannski að taka umræðina upptökurnar? Að það sé ekki, fólk ekki á hættu að það sé verið að taka það upp í tíma og ótíma? Já, en það er náttúrulega kannski gott að hafa í huga. Þarna erum við að tala menn sem eru í opinberum stöðum. Við erum að tala fyrrverandi forsætisráðherra. Við erum að tala fyrrverandi utanríkisráðherra. Við erum að tala sem eru meðal annars að greina frá því hvernig þeir voru að beita valdi sínu. Og einmitt er að afhjúpa hvað gildismat eða viðhorf gagnvart konum sem að hafa ekki upplifað þær síðan að njóta sammælis. Og homum og kvenkyns fallaðri konu. Já, og homum og fallegum og svona fólki sem hefur verið kannski undirokað eða jaðarsett í samfélaginu. Þannig að valda hlutföllin eru náttúrulega alveg augljós. Það eru þeir sem eru með valdið. Þetta eru áhrifamenn í íslensku stjórnmálum. Já, sem að sátu á sumblið þarna á þriðjudagskvöldi. Já, einmitt á bar sem mitt á milli Dómkirkjunnar og Alþingis. Já. Svolítið. Já, þessi þingbarinn. Af sumum. Kannski. Ingibjörg Dögg Kjartansdóttir, annar ritstjóra Stundarinnar, takk fyrir að koma hingað í 21 og við setjum punktinn í bili hérna og förum rétt svo að klára þetta. Þar við það þökkum öllum gestum okkar fyrir í dag en eftirmál þessa stóra þingskandals verða ekki bara einhver, heldur mikil. Já, og það er alltaf að bætast við það sem að kemur frá Stundinni og DFF og ég sé hér að nú er Lilja Alfreðsdóttir ein af þeim sem að þarf að tala þingmenn Miðflokksins gerðu lítið úr Lilju. Á upptöku henni er ekki treystandi og hún spilar á karlmenn eins og kvenfólk kann, sagði Sigmundur Davíð og Gunnar Bragi hvatti til þess að þeir myndu hjóla í helvitistíkina og þá virðast ummæli þar sem Lilja er sögð hafa engan kynþokka og kynþokka sem sé 1 og 13 og vísa þar til Lilju, Lilja er lágvaxin. Nú þarna er meira sem að kemur og já, ég held að við bara látum staðarnumið hér. Þetta mun halda áfram. Þetta er náttúrulega sorgardagur fyrir Alþingi. Út í helgina, þetta er það. Og þetta er það. Það er verið að ráðast á homma, fatlað fólk, lágvaxið fólk, þingkonur, konur almennt. Já. Sjáum hvað setur í framhaldinu, þingið mun taka þetta og fólk þegar fyrir að segja sig úr miðflokknum. Úr sagnir. Já, úr sagnir byrjaðar. Já, úr miðflokknum. Það er akkurat það. Sjáum hvað setur. Já, akkurat. Takk fyrir að horfa og verið þið sæl.